Þetta áravís viðburður sem komið var á 2008 held ég. Byrjuðu reyndar 2007 og syntu nýjásund, en svo virtist það ekki vera nógu svona praktískt. Það var flestir að jafna sig eftir gamlárskvöldið, þannig að það var ekki hægt að fá menn til að synda á nýjársdag eins og fyrir sunnan. Maður var vanur eins og fyrir sunnan að synda á nýjársdag. Þannig ég flutti yfir á 13. sund, 7. janúar. Þetta svona að byrja árið bara á frískandi hátt, bara taka árið svolítið svona krafti og mjög hressandi að fara í sjósund. Sjósund rosalega frískandi, það styrkir örugglega ónæmiskerfið að vissu leyti og þetta auðvitað fer svolítið eftir hverjum einum, hvernig hann upplifir sjósundið. En það mín reynsla að það sem kallað æðaþjálfun, þegar á sér stað víxlverkar á milli samdráttar æðana og svo útvíkkun æðana, að hún sé mjög holl líkamannum og nýjustu rannsóknir sýna að þetta geti stuðlað að bættri heilsu og þessi æðaþjálfun, alveg svo vöðvaþjálfun, geti stuðlað að bættri heilsu og jafnvel langlífi. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, surf, dip, surf, dip, dip, surf, dip, dip, surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. From the early morning to the middle of the night, anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Það var ekki svo kallt, sko. Það var miklu hlýjar en ég held. Ég finn að ég fá með fingrunum, sko. Það ekki slæmt. Now the dawn is breaking and we really